Komið sæl og blessuð og velkomin í þátt 8 af styrktarþjálfaranum. Ég heiti Guðjón Örn Ingólfsson og með ykkur í þessu þætti að venju. Eins og hvað ég tóku eftir í síðustu viku þá féll niður þátturinn og það var nú ansi margt sem var í gangi. Helst það að við vorum byrjað að æfa fullu hjá KR þannig að ég náði ekki að hafa tíma í sólarhringnum til að klára upptökur. Ásamt því var erfitt að fá gest til að heyri mér í síðustu viku en ég var búin að ræða við nokkra sem eru tilbúin að koma næstu dögum og þar á meðal gestu þáttarins í dag sem heitir Elías Árni Jónsson og er styrktarþjálfari IBVF í karla- og kvennaknattspyrnu ásamt því að vera með kvennaliðið í handbolta. En ásamt því að vera komin á fullt í sem sagt starfið á KR þar sem við vorum með mælingar, vorum að taka statusinn á mönnum, sjá hvar þeir eru ásamt því að bara keyra þessum tempóið og kynnast leikmönnum, þá þarna fekk maður líka þessa fínu, ekki flensu en einhverja helvítis drullu og maður er búin að vera vel stíplað eins og þau kannski heyri þá maður vel nefnmæltur hérna þannig að maður var kannski ekki alveg fær í það að fara að taka upp. Ég er orðinn góður núna en samt er ég mjög nefnmæltur og hljóma eins og Be Real úr Cypress Hill hljómsveitinni. En það sem er kannski líka búið að vera áhugaverð síðustu vikun er það að við vorum hérna auðvitað að keppa með landsliðinu og við komumst í þetta umspil og ég ætla ekki svona að reyna að skilja hvernig í ósköpunum við getum komist í þetta umspil en raunin er svo og nú er nýbúið að draga og við erum bara frá að mæta Ísraelsmönnum sem er frábært fyrir okkur en núna þegar landsleikjahlé er búið þá eru þetta knattspyrnuheimurinn á flestum stöðum nema kannski á Íslandi að fara af stað aftur á fullu gasi og það er nefnilega búið að vera sína upp á síðkastið meðslatölu til dæmis úr ensku úrvalsdeildinni sem eru frekar sláandi og nýlega sá maður að væru 100 leikmenn í ensku úrvalsdeildinni meiddir í augnablikinu og ef við horfum að það eru 20 liði í deildinni þá eru 5 leikmenn að meðaltali í hverju liði meiddir að svo stöddu og þetta hefur maður að velta fyrir sig hvað er í gangi í þessum blessaða knattspyrnuheimi ef allir er að hrynja niður í meiðsli núna en jú þetta er bara orðið sú staðreynd að leikur verður hraðari og á sama tíma meiri ákefð og það er verða meiri líkamlega kröfur í þessu og ofan að það er búið að tróða til dæmis síðasta ári HM yfir veturinn eins skemmtilegt og það var þá er spurning hversu gáfulegt var að tróða þessu heimsmeistaramóti þarna með að við álagsstýringu á leikmönnum og það sem við kynntumst kannski á HM og fannst geðveikt á svona stuttu móti eins og það var þessi ekstra viðbótartími þannig að fólk komst ekki upp með að vera að eyða tími ekki neitt en svo byrjaði þetta í ensku úrvalsdeildina og fór maður einmitt að velta fyrir sig meikar þetta sens í 38 leikja móti að fara að bæta við bara 15 mínútur hér og þar svo kannski eru liðin allt í einu komin bara með auka 5-10 leiki við tímabili bara með þessum ekstrím viðbótartímum sem er alltaf í lok fyrriháleiks og lok seinniháleiks og þarna ertu bara alltaf komið auka upp í 10 leiki aukalega á lappirnar sem er gríðarlega mikið álag á þessu leveli og kannski þetta svolítið endurspegli líka ástæðan okkur að liðin er að díla við þessi gríðarlegu meiðsla hrunur sem er í gangi þessa dagana og þetta verður ennþá fróðulega að fylgjast með þessu núna þegar velliti kannski fara að þyngjast í desember og allt þetta byrjar og svo þetta kemur jólatörnin sem er mjög þekkt á Englandi þannig að við erum kannski bara rétt svo að sjá byrjunina á þessari veislu veislu, þannig ekki kalla veislu en við séum að sjá byrjunina á þessu rugli sem er í gangi þessa dagana í kringum meðsli í Premier League en aftur á móti þá kannski höldum við aðeins áfram og tölum ekki bara mennska úrvalsdeildin í dag og meðslið þar það sem við ætlum að fara út í núna er að þjálfarinn hjá okkur í dag Elías Árni Jónsson er mjög áhugaverður varandi það, hann sem sagt er með crossfit bakgrunn, hann starfar í öðru starfi þar sem hann er lærður í kringum það starf en byrjaði með þetta sem áhugamál og þetta hefur vaxið mjög mikið hjá honum og hann hefur náð mjög góðum tökum á styrktarþjálfara heiminum á mjög skömmum tíma og þá erum við að tala ekki bara að vera með eins og í crossfitinu kannski með liftingar heldur en að fara að fá ennþá meiri þekking og skilning á því og vera meira involved í því að taka ákvarðanir kring GPS tölunar sem er alveg frábært að heyra. Það verður gaman að deila með ykkur þessu þætti þar sem við eiginlega sem að ræða hlutina og förum í hans starf og hans hugmyndafræði og kannski hans hlutverk í IBVF og hvernig þetta hefur vaxið og kannski hvað þau þurfa að díla við svolítið ólíkar aðstæður heldur en við hérna á höfuðborgarsvæðinu yfir til dæmis vetramánuðina en ég ætla ekki að fara að blaðra of mikið þetta, ég ætla að leyfa Ella að ræða þessi mál sundur sama við mig í þættinum. Við erum að sjálfsögðu með frábæra sponsa með okkur að venju og eins og alltaf þá erum við með þessa þrjá sem heldur betur hjálpa þér að
bæta þína afkastagetu og þá erum við með Unbroken sem allir ættu að vera farnir að þekkja sem einn af 4 stærstu styrktaraðilum bestu deildarinnar og Unbroken búið til úr laxapróteini og virkni þess margþætt og getur notað til að fá jafn orku við daginn sem og orku yfir æfingar og aðrar athafnir sem sagt en líklegast Unbroken mest þekkt fyrir recovery hluta sinn en nýlega kom rannsókn sem við mun fara betur í seinna að sem sýnir fram á að efnin í Unbroken geti einnig nýst sem góð orka fyrir æfingu eða pre-workout. Unbroken einstakt og það sem má heldur ekki gleyma því að þetta sem sagt náttúrulega ensím laxins sem brjóta niður próteinsameindir þetta líkir svona eðlilegri meltingu mannsins og steinefni og vítamín í Unbroken styrkja ónæmiskerfið og veita orku til að efla heila starfsemina. Þá erum við að tala um B12, zink, selen og prólín og það er þetta engin gerfisíkur og ekkert koffín í þessu glæsilega fæðubótaefni. Og viti menn að með ég sitt hérna og að bladra þá ég þetta að fá mín steinefni og vítamín og allt það gegn mínu kvefi og þá ég einmitt með Unbroken hérna mér við hlið til að fá þetta inn í kerfið mitt. Og að venju eru fitnessport með okkur og þeir sem eru að æfa reglulega ættu hiklaust að kynna sér Wow Hydrate vörurnar þeirra sem frábær drykkur bara við öll tilefni en sérstaklega í kringum æfingar og á æfingum. Hann stútfullur af söltum og steinefnum og líka fullt af vítaminum og núna erum við komin í lok nóvember og þá þetta ennþá minnum sólina og við fáum ekki okkar D-vitamin þannig mjög gott að fá sín D-vitamin í þessum drykk sem við fáum ekki hérna í okkar náttúrulega umhverfi með við búum á Íslandi. Einn High Five sem hágæða vara sem henta vel fyrir íþróttafólk og í vörulínu frá þeim að finna kolvetnablöndur og orkugel og líka sölt og þetta allt sem við getum nýtt okkur í kringum æfingar til að fá meiri orku og til dæmis orkugeli sem High Five eru með mjög dýrmætt orka sem við getum fengið okkur rétt fyrir leik, jafnvel í hálfleik og hvað þá erum að leiðin í framlengingu þá verðum við að fá kannski þessi auka orku sem við erum búin að vera eyða í gegnum leikinn og þá þurfum við að fá einmitt inn að sprengju strax og þá eru High Five orkugelin og söltin alveg geggjaði við höndina. Og þriðji aðilinn sem með okkur í liða venju eru Biobú sem matvöruframleiðandi sem sérhæfir sig í lífrænt unninni vöru. Og af hverju viljum við lífrænt unnar vörur? Jú, hérna eru 3 bara hér eru 3 góðar ástæður til þess að velja lífrænt. 1 af heilbrigðisástæðum 2 af umhverfisástæðum og 3 af mannúðarástæðum. Það ekki að segja mikið meira en það. En jógúrtið gríska jógúrtið frábært og hentar mjög vel þessa dagana þegar við erum á þessu bulk seasoni og svo kvöldi getum við nelt í okkur hakkinu þeirra, bara búið okkur til vefju eða pítu eða whatever og fengið alveg frábært nautakjöt frá þeim. Þau eru einnig með þessar glæsilegu jógúrttegundir og hvað þá mjólkin sem ég hiklaust bara blanda út í minn protein shake á morgnana, algjörlega frábær. En aftur á móti, nú ég búin að bladra nóg við ykkur þessar fyrstu 10 mínútur af þættinum eða svo, þá komið að því að við ætlum að fara heyri honum Ella og fara með honum í gegnum hans hlutverk og hvað hann að gera þarna hjá IBVF. Gjöru svo vel. Blessaður Elli, velkomin í styrktarþjálfarann. Já, takk fyrir. Heyrðu, þú styrktarþjálfari í IBVF og varst með kallaliðið síðasta keppnistímabil og varst þá að taka við stelpunum núna líka. Ég búinn að vera 2 ár með kallana og var með stelpurnar, byrjaði í fyrra vor með stelpurnar, kom inn í teimið með Tótor og Mikkel og gerði það sem ég gat, en ekki segja það. Já, fyrir 22 tímabilið þá. Já. Ok. En heyrðu, kannski við förum svona aðeins að fræðast þig og hvernig hefur þinn ferill þróast og móta sem styrktarþjálfari í gegnum árin? Já, einmitt. Þetta nú eiginlega var nú bara áhugamál hjá mér. Já, á krakka sem í íþróttum. Peginn hjá mér heitir Jón Kristi, hann markmaður í IBVF og stelpa mín á línunni, heitir Elisa í IBVF og var búinn að vera með þau í þjálfun gegnum tíðina og sjálfur mikið í crossfit og ólympískum byrjaði því 2013 og var búinn að kenna krökkunum þetta og síðan í COVID-inu þá var maður hvort fastur heima þannig að ég tók keili og í framhaldi af því þá
býðst mér að taka við kvennaliðinu í handbolta hjá IBF og verið með þær einn vetur og svo þá vorið þá á talar hemmi við mig og ég fer inn í fótboltan líka og sem er búin að taka 2 ár með hemma og 2 sumur. Frábært, búið að vera skemmtilegu tími þarna. Já. Þetta er mjög lærdómsríkur líka? Mjög lærdómsríkur, það væri alveg gríðarlega mikið sko. Já, en þú ert nú ekki 100% að starfa sem styrktarþjálfari, þú ert nú með aðra vinnu líka samhliða þess ekki satt, sem þú kannski með ákveðin grunn í menntun. Já, ég er fjármálastjóri í framhaldsskólanum í Vestmannaeyjum. Ok, þannig að þú kannski tekur ekki alveg inn í þá menntun inn í styrktarsali. Nei, ekki nema Excel kunnáttu sko. Nákvæmlega. Ég ætlaði einmitt að spyrja bakgrunniðinn, hann er búin að svara því. Hvernig horfum við til dæmis á aðstöðumál núna hjá ykkur? Maður hefur heyrt að þetta hafi verið svona upp og niður, en þú sjálfur hefur nú verið með aðstöðu til að bjóða upp á ekki satt. Jú, við höfum reddað okkur með Gimmis, ég er svona einn af eigendunum í og fengi að svolítið að henda krökkunum þar inn og sem er bara mjög gott. Og svo stendur þetta nú allt í bóta sko varandi lyftingaraðstöðu í Vestmannaeyjum, þannig að fyrir íþróttafólk. Þannig að við erum búin að fá sal frá bænum sem er sko 15.30, bara alveg salur. Þannig að þessi hlið á málunum mun vera mun betri. Frábært. Og hvenær er svo planið til dæmis að leggja svo stóran gervigrasvöll í bænum, veistu það? Mér skilst að sé búið að setja þetta á fjárhagsáætlun næsta árs. Ok, frábært. Því eins og við ræddum þetta fyrir þáttinn, þá finnst mér alveg ótrúlega að hugsa til þess hvernig þið hefur þurft að díla við aðstæður í langa tíma og bara eiginlega magnað að horfa upp á það bara hvað þið hafi verið að gera góða hluti með að þið getið alltaf eftir á stórum velli nema yfir sumartíman og ásamt því að við erum með höll sem er hálf og grasið þetta bara orðið smá svona kannski bara orðið batsins tíma, bara búið að hlaupa það út svolítið og á sama tíma líka hvað ætla ég að segja? Já, hefur þetta verið bara svona að þið eru að fá leikmenn svo seint inn, þannig að þetta er virkilega challenging umhverju sem þið þurfa að díla við. Það eru svona mörg verkefni sem við þurfum að takast á. Það er ekki spurning. Við vorum náttúrulega margir aðstöðuna eins og hjá okkur í hálfri höll og er víða annars staðar auðvitað. En auðvitað þurfa allir svona navigita það eins og vel að það geta sko. Þannig að við það er líka bæði þessi hálfa höll náttúrulega og svo er það bara hversu seint náttúrulega menn kom inn í þetta er væntanlega þekkt út á landi í það sko. En hópurinn kemur kannski ekki saman bara fyrir svona rétt áður en að svona allavega aðalmótið hefst stundum sko. Strákarnir sumir eru í bænum og aðrir eru úti. En hvernig er þetta stelpuminn? Er það jafn lengi að koma eða er þetta meira af heimastelpum sem er í hópnum? Það eins og var í vetur, það var svolítið stærri hópur svona en það kom oft svona inn á síðustu metrum hefur verið líka stundum fyrir að fá stelpur frá Bandaríkjunum þá er það bara að koma svona rétt ára móti byrjar. Já, nákvæmlega. Og þetta er bara svona, eins og ég segi, verkefni sem að þarf að vinna. Bara problem solva. Ja, akkurat. Og það þarf ofta að hugsa út fyrir rammann og sem við erum kannski vanir að gera sko. En eins og hjá ykkur, þið eru með GPS-mæla og þið notið þá allan yfir sumartíman en þið getið ekkert virkilega verið að fylgjast með æfingalóti við vetratíminu þannig að séð til að geta séð hvernig það liggur fyrir sem sagt lóti sem er búið að byggja upp. En það virkar náttúrulega ekki mjög heldur sko. Nei, þannig að þá er spurningin, er þetta að nota ykkur svona spurningalista eða eitthvað til að fylgjast með álagsstýringunni eða er þetta bara meira svona tilfinningin? Þetta er svona svolítið hands-on, náttúrulega með það hittir strákarna okkur vinsta degi sko. Svo reynum maður náttúrulega að reyna að setja þetta upp svolítið gálega sko. Þannig að svolítið að stýra þessu, mjög hrifin af þessu hæló eins og Charlie Francis og þessu og byggja upp svona eins og pre-seasonið sko þannig og sért svolítið að byggja upp álagið svona bara jafnt og þétt sko. Koma metrum í lappirnar á mönnum og samhliða því að styrkja og svona reyna auka sprengikraft og allt þetta í leiðinni sko. Já, frábært. En þú varst einmitt að segja náðan og værir líka með annað starf þannig að þá ætla ég kannski að reyna að fara meira á IBF jobbið.
Hvert svona þitt hlutverk hjá félaginu? Ertu með stærra hlutverk heldur en að sjá bara styrktaræfingar og hver svona þín ábyrgð hjá félaginu? Já, sko, þetta hefur svolítið verið að þróast, sko, frá því að maður byrjaði fyrst, sko, fyrst byrjaði maður svona bara með styrkin. Fljótlega var maður svona farin að koma inn á æfingar og í leiki og núna þetta bara þannig að við vinnum þetta bara mjög þétt saman, sko. Við, setjum upp eins og núna erum bara að ákveða hvernig við ætlum viljum hafa prísi svona saman. Ég fæ til dæmis að hafa mjög mikið núna, sko. Við erum að lyfta töluvert mikið og svo bara eins og munum við bara eftir áramót fara að keyra þetta almennilega í gang, sko. Þá byrja svona alvöru prísi svona. Og þá ætlum við bara eins og ég gerði í fyrra líka, sko. Ég svona prógresseraði í hlaupum og reyndi að ná alltaf góðum metrum í lappirnar á svona þessum tempó ákefðum, sko. Nákvæmlega. Og svo svona þróaði maður það yfir í leiklíkur en hlaup þannig að þegar þetta fór að nálgast seasonu, sko. Já, frábært. Og þú varst að tala High Low eftir Charlie Francis sem þetta bara skemmtileg pæling og frábært módel. Nærðu að tengja þessa pælingu inn á fótboltaæfingarnar eða ertu bara með þetta inn í styrktaræfingunum? Sko, svo höfum við við erum með svona tactical periodization pælingar, sko, þegar við erum svona sérstaklega konar í in-season æfingarnar, sko. Og þá, eins og við vorum með þetta í sumar, þá vorum við með sérst leik og svo fékk ég á daginn eftir leik og tókum, sko, þungu styrktaræfinguna þá. Þá var þetta ennþá náttúrulega súr eftir leikinn og gaman að á Magni Mór námskeiðinu, sko, þegar hann mælti eindregið með þessu, sko, yes. Og svo hefur við tekið svona introduction æfingu á þriðjudegi, svo tekið loadið á miðvikudegi, off og svo svona game prep, svona samt með smá power, 20 fyrir leik. Já. Og svo bara game prep og fyrst leikatriði og svona daginn fyrir leik. Það bara vel svona low intense bara til að lifa þeim. Já, akkurat. Nákvæmlega. Eitthvað breyting á þessu uppsetningu út af því þið þurfum að ferðast í alla útileiki og oftar en ekki, örugglega í 99,9% tilvika takk ég bara bátinn. Ég veit. Þannig að eitthvað breyting á æfingavikunum þegar þið eru á útivelli eða? Við höfum ekki gert það, við höfum bara reynt að halda okkur striki alltaf, sko. Og þið sem sagt bara æfið þá alltaf í Vestmannaeyjum daginn fyrir leik og svo bara ferðist á saman dag? Já. Akkurat. Það auðvitað, eins og núna í síðustu leiktíð vorum við alltaf að koma heim með, sko, 12, sko. Já, nákvæmlega. 15 bátnum, sko. Nákvæmlega. Þannig að það alltaf ekki ídíal en svona... Var báturinn farinn eftir framlengun við Stjörnuna í bikarnum? Nei, ég held að við höfum náð honum. Já, ok. Hvernig nálgast þú svona periodization módelið yfir bara allt árið? Eins og þú segir núna áðan, þú ert að lyfta þig núna með strákunum og leyfa þig þannig og svo þið að fara að keyra fótboltann eftir áramóti. Eru þið með eitthvað ákveðin svona pælingar sem viljið ná á hverjum, sem sagt svona cycle fyrir sig, eða hverjum, hvað sem maður? Hring fyrir sig? Já, akkurat. Ég svolítið svona linear hugsun, sko. Ég veist að eins og núna bara ég að byggja upp load í liftingunum, sko. Og ásamt ég að blanda, þú veist, smá svona anaerobic dæmi á hjólinu og svoleiðis, sko. Og ég líka alveg hrifinn af svona eins og high intensity æfingum stundum, einu sinni í viku kannski að taka gott M-mom eða eitthvað svona sem að svona eins og koma þér í gegnum þetta svona hausinn, sko. Já, þannig þú svona kannski að transfera meira svona crossfit pælingar á þessum tímapunkti? Já, svona kannski hugmyndafræðin, þú veist, ég ekki að láta á einar olímpískar eða eitthvað svoleiðis. Fran eða eitthvað svoleiðis? Nei. En það var yfirleitt hefur maður eitthvað svona þoltæki með og svo einhverjar svona muscle endurance æfingar, sko. Já. Sleða og svona kannski. Það er oft svona bara líka gott fyrir hausinn, sko. 100%. Koma sér í gegnum eitthvað svoleiðis, sko. Svo bara núna tökum við okkur eitthvað frí í kringum jólin og þú veist, við ætlum að æfa bara alveg út desember og byggja okkur vel upp. Og svo tökum við, þá fyrir við að blanda inn svona meira hlaupum og öðru inn eftir áramót, sko. Já, meira svona specific pælingar. Já, frábært. Er það notast við einhverjar ákveðnar mælingar? Við tókum, eins og við ræddum á það, maður svona að fá hópinn svolítið seint, sko. Og tókum Jójó intermittent 2 og svo tókum við sprett mælingar svona 10-30.
Já. 10 metra og svo 30 metra og svo erum við að taka hopp. Já. Þú veist, counter movement, jump og svo, endurtekin. Já, bara RSI pælingar eða svoleiðis, já. Og ertu með eitthvað staðla sem þú vilt að leikmenn ná í þessu sem sagt mælingum hjá þér, eða ertu með þetta leikstöðuskipt, hvaða staðla þú vilt fá, eða ertu bara meira að sjá hvern og einn? Við erum náttúrulega maður er með svona meðaltölin, sko, svona viðmiðin og það er svona yfirleitt í þessu þá eru þeir sem eru, þú veist nokkurn veginn hver menn lendi í þessu, sko, þannig að þetta við náðum að rúlla þessu einu sinni gegnum fyrra, sko. Já, þetta er helvíti erfitt. Þetta er svolítið erfitt, sko, en svo sér náttúrulega eins og er maður alltaf að fylgjast vel með, þú veist, í gegnum GPS-ana. Já. Og svo eru menn náttúrulega þetta dett út í meiðsli og annað slíkt og það þarf að byggja það upp á nýtt, sko. Nákvæmlega. En þetta var alveg, sko, við fengum GPS-an í fyrra og þetta var náttúrulega alveg bara game changer, fannst mér fyrir okkur, sko. Ég trúi því. Bara því líku munur að hafa, loksins komið með, þú veist, snúningsaðmælir á liðið, sko. Já, þá getur ímyndað hvernig það verið þegar þú fær stóra völl og getur alltaf verið með þá. Þá getur þú farið að stýra álaginu ennþá betur. Það er alveg geggjað. En ertu eitthvað að fitumæla þá eða vikta þá? Nei, við höfum ekki gert það. Nei, ekkert haft þannig með liðið, nei. Það hefur verið gert, ég hef bara ekki gert það sjálfur, sko. Nei, var það þá bara einn áður fyrr. Já. Hver var undaðið með Eyjamenn? Óskar Sóuga var... Já, auðvitað, hvernig leiti, auðvitað, alveg rétt. Það er duglegar að mæla það, sko. Já, alveg rétt. Þegar þú ert með leikmenn sem að spila minna og kannski er þetta erfiðar að spyrja þessu hjá ykkur því að þið kannski lentu líka í því að vera með svolítið lítinn mannskap þegar komið nokkuð meiðsli upp. Já. En þeir sem að spila minna eða jafnvel ekkert í leikjum, hvernig er þetta að díla við það að þeir séu að fá sem sagt sína metra á lappirnar gegnum vikuna? Ja, akkurat. Við reyndum alltaf að maður vill náttúrulega alltaf að þessu sem að sérstaklega fara ekkert inn á eða minna að þeir taki eftir leiki nokkur tempó að fá að metra inn þar, sko, og svo tökum við sem sagt lyftingæfingu og svo fara strákarnir út sem fengu ekkert að spila, sko, varamennir. Og þá taka þeir session út á vell í kannski 40 mínútur eitthvað svoleiðis, sko. Já, bara beint eftir leikinn? Já. Já, þá þeir þá líklegast á heimavelli þá? Já, akkurat. Já, það er mjög skemmtilegt þegar liðin gera það. Ég sáði mitt held ég bara fyrst Maribor gera þetta þegar við vorum að spila við á FH. Þannig að það var á Kaplakrika og það var bara alvöru æfing, sko. Já. Þannig að mér finnst þetta nefnilega skemmtileg pæling. Stundum er þetta, finnst mér allan erfitt að ná mönnum út á öll eftir svona leiki, hvort það gengur vel, hvort menn kom inn á eða... Já, þetta var bara daginn eftir, sko. Já, þetta var daginn ekki saman kvöld. Eftir að við lyftum, saman kvöldi þá fá þeir nokkra... Þá eru hlaupin, já. Kannski 8-10 sprettmetra. Já, ég skil. Spretti. Og svo tökum við bara daginn eftir þá lyftir allur hópurinn. Já, ok. Og svo fara þeir út. Smá misskilningur. Já, ég veit. En Maribor gerði þetta samt. Þeir fóru bara beint eftir leikinn og við vorum að borða eftir leikinn þá bara horfðum maður á varamennina bara að hörku á æfingunum og svo sá ég þetta aftur ég fór til Abu Dhabi í fyrra og þá var Saudi Arabia undirbúið sig fyrir HM og þá var einmitt þeir sem spiluðu minna í þessum verkefni í leiknum út okkur þeir fengu bara hardcore æfingu þarna það er skemmtilegt að sjá svona og fá nýja pælingar og þetta væri geðvægt, þú getur gert þetta alltaf, sko. Já, akkurat. Það er bara þá þú komið með alveg day off daginn eftir, getur byrjað alveg að byggja vikunum upp á nýtt. Akkurat. Því það, sem sagt, í þeim tilvikum. Einmitt. Aftur að kannski IBF umhverfinu og þið hafi nú verið að missa mikið að leikmenn núna, ekki sagt? Allan að ég veit að einhverjir hafi verið að segja upp samningum. Það er ekki bara Dóri. Er hann eini? Er hann bara svona stór póstur og miðast að vera margir? Já, svo náttúrulega Elvis ekki. Já, hann rann út, já. Og strákarnir, erlendu leikmennina okkar. Þannig að það er svona uppbygging framöndan, sko. Og eru mikið að koma leikmenn úr yngri flokkastarfinu sem þú ert þá að byggja upp núna til að fylla upp í þessi skörð sem eru, já, líka Siggi fór í sumar. Já. Í nám, en, sorry. Einmitt. Það fóru 4 strákar út í sem sagt, eftir þjóðtíð. Já, vá, Hermann Þór, Siggi, Nökkvi og Eyþór Daði. Já. Þetta er svona frábært frábært fyrir þessari stráka að geta nýtt þetta í að mennta sig, sko. Nákvæmlega, 100% sammála því. En eru síst einhverjir strákar að koma upp úr öðrum flokknum sem fylla upp í þessi skörð sem hoggin eru þannig? Við höfum verið með núna
6-7 bara mjög sprækir strákar sko. Já. Sem að verður gaman að sjá hvernig eitt að koma inn í þetta sko. Já. Og bara vonandi fá þau nú að gera líka hjá, þú veist, í öðrum flokki og þetta progressa og svo upp sko. Er þetta þannig hjá til dæmis öðru flokknum að þeir geta að spila líka með KFS? Er þetta bara... Já, ég held ég sé ekki að fara með náttúrulega mál, ég held ég geti verið... Spila þá hværi annar deild, þriðju deild? Já, ég held ég sé KFS fór niður sko, þeir eru komin í fjóruðu. Þeir eru komin í fjóruðu deild, ok. Það voru að rífa það upp. Það er bara málið sko, það er bara... Rífið allt upp. En fyrir því sem þjálfari, hvað sérðu fyrir þér einhver framtíðarskref sem þú taka eða myndu vera bara áfram í Vestmannaeyjum með þetta verkefni þar sem þú ert nú auðvitað í bara góðu jobbi annars staðar líka á eyjunni? Já, þetta er náttúrulega eins og ég sagði áðan, þetta er mikið áhugamál hjá mér sko. Þannig að það væri alltaf gaman, þú veist, að komast í kannski eitthvað svona stærra umhverfi sko, og vera kannski hluti af einhverju teymi. Við erum að ræða með áðan sko, þetta nú, svo út í Evrópu er þetta við 8 til 12 manna teymi sko sem Nákvæmlega. Að baka við þessa stöðu sko. Nákvæmlega, og við erum að reyna að jökla öllum þessu boltum sem einstaklingar. Já, það geti líka orðið svona, þú veist, svo þegar þú þurftir að vinna með einhverjum 7 öðrum sko, það geti að vera áskorun líka sko. 100%, en örugglega svona skemmtilega krefjandi. Já, akkurat. Frábært, þannig að þú ert þá hvað með langa samning í Eyjum, varstu að endurnýja núna eða? Við erum að endurnýja núna, já. Ok, frábært, til hamingju með það? Já, hvað er? Þegar þú búin að klára það? Já, það er ekki alveg komið en það er... Ok, samt til hamingju með það. Já, takk. Heyrðu, hver er svona mesta skepnan í IBVF-liðinu, myndirðu segja? Já, það eru náttúrulega fullt af alveg óbóðslega flottum strákum þarna, sko. Hljóta ansið margir hraustir þarna. Já, það samt eitt sko sem náttúrulega alveg algjör skepna, sko, það er Ólafur Heiðarsson, sko, hann er náttúrulega ótrúlega bæði í gimminu og svo er náttúrulega bara eins og rakett út á öllu sko. Já, það er alveg hestöfl í löpunum þar. Já, en það eru margir flottir sko. En þú kastar sjátinn á Oliver? Já, það er enda frekar easy, þægilegt og gott bara að gera það sko. Einmitt, svo er náttúrulega, Pegi minn líka mjög flottur. Jón Kristinn, hann er skepna líka, svo var náttúrulega Elvis flottur og Arnar Breki og allir þessi pegar sko. Já, nákvæmlega. En svona í lokin, er einhverja bækur eða eitthvað námskeið, eitthvað podcast sem þú mælir með fyrir hlustendur? Ég Peak Performance for Soccer. Ég keypti hann í fyrra. Ég líka, hún er frábær. Frábær bók. Og þú getur alltaf gluggað í hana til að finna einhverja pælingar. Einmitt. Hvort sem það er eitthvað nýtt eða áminningar, eða upprifin. Einmitt. Maður er oft búinn að fara á svona eitthvað sem maður er að spá í og finnur alveg ótrúlegustu hluti í þessari bók. Bara alveg, ég mæli hiklaust með henni. Já, ég held að þetta séu 40 styrktaþjálfarar sem eru á bakvið bókina sko. Já, passar. Það er einhverjir í MLS og jafnvel yfir í Premier League og eitthvað. Já. Og held líka Martin Boucher sem var þetta hjá, ég held Lill þegar hann skrifaði þessa bók. Já. Hann var hjá Lyon síðast. Núna er hann ekki með neitt. Nei, og svo er ég alveg hlusta á keypti þetta bókina sem hann Þór var að tala um, Decoding. Já. Bara eftir að hafa hlusta á þetta podcast sko. Já, var ekki Magnús Móra að tala um hana líka á sín tíma? Jú, hann var að tala um hana líka. Og svo hlustaði ég á Fitness Federation, Football Fitness Federation, frábært podcast. Ég er sammála því. Og ertu meðlimur hjá grúpunni? Nei, reyndar ekki. Já, ég myndi mæla líka með því. Það er frábæri fyrirlestrar. Já. Frábærir. Og ég er búinn að vera þar og svo skráði ég mig á WhatsApp-grúpu hjá þeim líka og ég er að drukkna úr skilaboðum alltaf það. Og Pacey Performance podcast, það er mjög gott líka. Maður þarf svolítið að velja úr podcastin þar, finnst mér á svo tíðum. Já, sund margt af þessu svona önnur rannsóknum og svona. Já, og oft mjög skemmtilegir vinklar úr ólíkum áttum. Já. Og þú veist, það má heldur ekki bara vera fótbolti, þú lærir af öllu. Akkurat. Og það finnst mér geðveikt, stundum finnst mér koma svona, ég er svona, þetta er aðeins komið út í öruggleina, sko. Einmitt. Og hvað? Svo hlustaði maður alla fyrirlestarna þín, podcastið þín, sko. Já, betri þjálfur. Sko. Já, hvað, 70 þættir eða svo? Einmitt. Það er bara... Það er glósubók á lofti? Akkurat. Nei, þetta er bara flott. Þetta er bara frábær podcast og góða bækur svo að mæla með hérna. Þannig að núna eru þið að klára að æfa fram að áramótu styrkinn, svo ætlið að fara að keyra fótboltann í gang og
Svo bara, hvað er planið næsta sumar með IBF? Er það bara beint upp aftur? Það hlýtur að vera. Það hlýtur bara að vera stefna. Frábært, þá segjum við það bara sem loka orðin í dag, gangið þér sem allra best, kalla á hvenna megin, verður gaman að fylgjast með og svo ertu með handbolta líka sagðirðu, þannig að það er heldur betur áskorun í vetur. Það er gaman að hafa nú að gera. Heldur betur, gangið sem allra best. Takk fyrir. Takk fyrir.